Utanríkisráðherra dró upp dökka mynd af stöðu alþjóðamála þegar hún ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í dag. Öryggisráðið hafi reynst máttlaust þegar ríki sniðgangi alþjóðalög. Þýsk stjórnvöld vilja auka eftirlit og þróa tækni til að verjast drónaárásum. Áfram berast tilkynningar dróna á flugi í danskri lofthelgi. Forsætisráðherra boðar róttækar aðgerðir í húsnæðis- og efnahagsmálum, hjálpa á fyrstu kaupendum og með skattabreytingum draga úr því að íbúðir séu notaðar sem fjárfestingakostir frekar en heimili. Pólskur fjallgöngumaður varð á dögunum sá fyrsti til að fara á skíðum niður Everest. Það tók hann 2 daga að komast niður í grunnbúðir. Í Laugardalshöll var hægt að prófa endurlífgun, setjast upp í kappakstursbíl og spila tölvuleiki á Vísindavöku í dag. Gott kvöld. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún sagði alþjóðalög eiga undir högg að sækja. Öryggisráðið hefði reynst vanmáttugt til að taka á innrás Rússa í Úkraínu sem hún sagði gróft brot á alþjóðasáttmálum. Hún kallaði eftir vopnahléi á Gaza og 2 ríkja lausn. This in turn contributes to a decline in the public's trust in a system that has brought us so much in the past 80 years. This erosion of the rules-based international order is deeply dangerous. A world not governed by rules will be a world where the strong impose their will and the weaker, they will pay the price. This may appeal to those who possess such power. There are clear indications that it does. But that is a world we cannot and should not. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Það hefur gengið á ýmsu á þessu allsherjarþingi. Þú varst ómyrk í máli í þinni ræðu. Hvernig hefur andrúmsloftið verið þarna? Já, það hefur verið alls konar, auðvitað mikil spenna í loftinu, sterkir einstaklingar komið hingað og ávarpað þingið en fyrst og síðasta þá verið svolítið að takast á það einmitt hvort að alþjóðakerfið haldi áfram að virka og fyrir okkar litlar þjóðir, smærri þjóðir eins og Ísland og fleiri, þá skiptir öllu að við tölum hátt og við tölum skýrt fyrir því að alþjóðakerfið virki, að við virðum alþjóðalög, en síðan má líka segja það að vera hér á allsherjarþinginu, þá finnum við líka hvað Sameinuðu þjóðirnar skipta okkur miklu máli. Það hafa eftir allt saman í þessu 80 ár leitt til þess að það að jafnaði svona farsæll tími fyrir fólk víða í heiminum og ýmislegt sem hefur verið aflagt eins og apartheid. Við erum búin að minnka fátækt, það er ekki búið, en þetta er mikilvægt kerfi sem við Íslendingar verðum að sjálfsögðu að standa vörðum. En þú lagðir einmitt áherslu á það í þinni ræðu að staða Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðsins öryggisráðið væri vanmáttugt, held ég þú hefði sagt, til að takast á við stríðið í Úkraínu og þjóðarmorðið á Gaza. Já, ég held bara ef við tökum eins og sem dæmi þessi stríðið í Úkraínu, það er alveg ljóst að 1 af 5 ríkjum sem í öryggisráðinu, þeirra hlutverk að varðveita og vernda friðinn, stuðla að friði. Það eru Rússar ekki að gera. Þeir ætla sér ekkert frið. Þeir ætla sér ekkert að semja vopnahlé. Þeir eru í ólöglegu stríði inn í Úkraínu og ógna þar með öryggi Evrópu og öryggi í rauninni heimsins alls. Þannig að það margt undir, það sama gildir með Palestínu. Það eru allir sem að fordæma Hamas, fordæma hryðjuverkin 7. október, það á að stuðla að lausn gíslana og leysa það tafarlaust úr haldi, en það sem að Ísrael er að gera núna á Gaza, þetta er svo mikil ógn við heimsfrið, það er verið að grafa undan alþjóðalögum og virðingu fyrir þeim og það er bara vont að horfa upp á alþjóðasamfélagi ekki geta brugðist harða við. En ég verð samt að segja að eftir þessa daga hér, eftir ýmsa fundi sem hafa verið haldnir, óformlegir sem formlegir, að þá erum við að frétta því að það eru jákvæðri teikn á lofti, bæði vegna þrýstings frá ríkjahópi sem við Íslendingar tilheyrum, en líka ekki síst frá stærri hópi. Við erum að tala Kanada, Frakkland og Bretland sem að viðurkenna sjálfstæða Palestínu og það að leiða til þess líka að Arabaríkin að stíga fram vonandi af meiri ábyrgð heldur en áður og þrýsta líka á að Hamas geri sitt til þess að stuðla friði.
Einmitt það, þakka þér fyrir þessa innkomu í beinna útsendingu Þorgerður Katrín frá New York. Innanríkisráðherra Þýskaland segir mikla ógn vera af drónaflugi í þýskri lofthelgi. Hann vill fjárfesta í auknum vörnum og bæta samvinnu viðbragðsaðila. NATO ætlar að auka eftirlit á Eystrasalti. Ráðherrann segir mikilvægt að Þýskaland þrói eigin tækni til að verjast drónaárásum. Es geht Aufspüren der Drohnen, es geht Abfangen der Drohnen, es geht auch Abschießen der Drohnen. Das sind die Grundlagen, über die wir da sprechen, wenn wir uns neu aufstellen für die Drohnenabwehr, ein dringend notwendiges Projekt, das auf der Reise ist. Drónar sáust aftur á sveimi í Danmörku í gærkvöld. Þeir hafa sést yfir dönskum flugvöllum í vikunni, fyrst á Kastrup flugvelli á mánudag og svo á 4 flugvöllum á Jótlandi og herflugvelli fyrir nokkrum dögum. Enn á huldu hvaðan þeir eru, en í dönskum fjölmiðlum því haldið fram að norskt flutningaskip hafi verið í nágrenni Kastrup á mánudag. Það þykir grunnsamlegt í ljósi þess að eigendur skipsins tengjast stórum rússneskum hernaðarsamtökum. Búið að koma fyrir ratsjá á Kastrup flugvelli og fylgst með drónavirkni. Danska lögreglan heldur áfram að hvetja fólk til að tilkynna það ef það sér eitthvað grunnsamlegt á sveimi sem líkist drónum. Áhersla á fyrstu kaupendur og ungt fólk í efnahags- og húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra segir aðgerðirnar raunhæfar. Þær verða kynntar við aðra umræðu fjárlaga. Samfylkingin hélt flokksstjórnarfund sinn hér á Strakta hótel á Hellu í dag. Kristrún Frostadóttir formaður flokksins boðaði í ræðu sinni á fundinum róttækar aðgerðir í efnahags- og húsnæðismálum. Hún segir flokkinn meðvitaðan hið stóra hlutverk sem húsnæðismarkaðurinn leikur í verðbólgumælingum. Það eigi eftir að kynna aðgerðir betur þegar endaleg útfærsla liggur fyrir. Við erum meðal annars að ráðast í ákveðna breytingar á glufum og ívilnunum í skattkerfinu sem hafa gert fólki kannski auðveldara að nýta húsnæði sem fjárfestingu, það er fjárfestingareign, annað en bara sitt eigið heimili en áður, sem hefur skapað ákveðin þenslu á markaðnum. Við erum líka að liðka fyrir uppbyggingu með einföldun á regluverki og svo þurfum við líka að gera hlutdeildarlánin skilvirkari og þetta er allt í vinnslu. Hún segir að fyrst og fremst sé horft til unga fólksins, fyrstu kaupenda, að það komist í gegnum greiðslumat. Verð á íbúðum þurfa að vera viðráðanlegt og þær að nýtast sem heimili fólks. Hluti af þessu séu lagabreytingar sem lagðar hafa verið fram Airbnb og fleira. Ýmislegt sé hægt að gera annað en bara byggja, til dæmis horfa til nýtingar á því húsnæði sem þegar er til staðar. Kristrún segir ríkisstjórnina fyllilega meðvitað að fyrir löngu sé komið nóg af fögrum fyrirheitum og alls konar hugmyndum í efnahagsmálum og hún ætla ekki að kynna annað en það sem henni sé full alvara að framkvæma. Margra vikna vinna í húsnæðismálum með öllum viðeigandi ráðuneytum sé að baki. Og þetta gerum við til þess að ráðuneytin vinni saman og við komum fram með hugmyndir sem við getum staðið undir. Við höfum unnið þetta líka með HMS, þannig að ég tel að við getum verið frekar örugg með að þetta verða veruleika eftir að við kynnum þetta. Þá segir hún að ákveðnar kerfisbreytinga verið kynntar sem vinni á móti þenslunni í efnahagslífinu en ekki sé tímabært að greina nána frá þeim. En húsnæðismálin eru þetta stóri parturinn. Við vitum að það er ákall eftir þessu en við höfum líka verið að vinna að þessu. Við viljum bara ekki kynna þetta í smáatriðum fyrir en að þetta er orðið klárt. Hvenær fáum við að sjá og heyra? Þetta mun gerast fyrir aðra umræðu fjárlaga. Kona á Stöðvarfirði þarf ítrekað að sjóða neysluvatn þar sem ekki er hægt að treysta á að það sé ómengað. Hún vill að útfjólublá geislun verði gerð kröfu í viðkvæmum vatnsbólum. Ítrekað þarf að sjóða vatn á Stöðvarfirði þar sem mengun í vatninu uppgötast of seint. Eva Jörgensen er ein þeirra sem hefur fundið fyrir því. Herðu, ég lenti í því að verða fyrir veikindum, ítrekuðum veikindum sem að ég held að stöfið að því að ég er með meltingaröskun en síðan kom í ljós að það vatnið okkar var mengað þannig að það olli þessum ítrekuðu veikindum út frá meltingaröskun. 3 vatnsból eru fyrir Stöðvarfjörð og þau eru að mestu óvarin. Eva síður ítrekað allt vatn bæði fyrir sig og heimilisköttin þar sem hún treystir ekki að neysluvatni sé í lagi. Þá á hún alltaf til birgðir af vatni á flöskum. Við höfum lent í því ítrekað að það eru til dæmis fuglar eins og gæsir og hreindýr sem að koma og menga vatnsbólun okkar. Og einn gamall maður sagði mér að hann fer reglulega upp eftir og rekur gæsir af vatnsbólunum. Eva segir bestu lausnin að vera að borað yrði fyrir neysluvatni. En það sé ekki síður mikilvægt að geislabúnaður sé til staðar og að reglugerð sé hert. Það þyrfti að gera miklu sterkari kröfur fyrir geislun og fyrir sýnatöku.
Vatnsból víðs vegar landið eru misviðkvæm. Þar sem eitthvað bregst þarf reglulega að sjóða vatn til neyslu. Það eru nokkrar leiðir til að afla neysluvatns. Grunnvatn úr borhólu áreiðanlegast. Á virkum jarðskjálftasvæðum getur vatnið þó orðið gruggugt. Brunnvatn öruggt ef brunnurinn rétt frágenginn svo ekkert yfirborðsvatn komist í hann. Þeir eru grafnir í jörð og fyllast þar af lindarvatni. Lindarvatn sótt í uppsprettu eða gegnum grunna borhólu. Í mikilli rigningu eða ef komið að viðhaldi aukast líkur á að mengað yfirborðsvatn komist í neysluvatn. Yfirborðsvatn úr opnum vatnsbólum viðkvæmast fyrir mengun. Opin vatnsból eru yfirleitt háð því að vatn sé geislað og þá þarf að tryggja virkt eftirlit með tækjunum. Íslendingar eru almennt nokkuð stoltir af drykkjarvatninu sínu og hérna áður fyrr þótti bara nokkuð gott að geta státað af góðu, ómeðhöndluðu vatni. Ég held að við Íslendingar erum átt okkur á því að það er ýmislegt sem mengar okkar frábæra neysluvatn. Til dæmis fuglaskítur eða jarðvegur eða eitthvað sem kemst í vatni. Og við erum náttúrulega mikil matvæluframleiðslu þjóð og það skiptir okkur miklu máli að vatnið sé hreint og í lagi. Sigríður segir vatn á höfuðborgarsvæðinu helst vera viðkvæmt vegna nálægðar þess við byggð. Landsbyggðin þetta kannski meira bara náttúrulegar aðstæður. Á sumum svæðum erum við með síað yfirborðsvatn. Þar má þetta ekkert gerast, ekki jarðskjálftar, ekki skriður. En þessu svæðum að fækka sem yfirborðsvatn þannig að það er búið að bora víða eftir vatni. Þá sé jarðvegur á sumum stöðum svo þéttur í sér að erfitt geti verið að finna vatn. Þá safnast það oft upp þar sem bergtegundir mætast og finnst gjarnan við jarðgangagerð. Ekki tókst að nýta vatn sem fannst þegar Héðinsfjarðargöng voru boruð en heimamenn halda áfram í vonina. Og nú áfram að bora frá Siglufirði yfir Fljót og við vonumst eftir að það komi svona vatn þar til þess að virka fyrir Siglufjörð. En Ólafsfjörður búin að ákveða að bora. Hún segir að viðkvæmum svæðum fari fækkandi og tækninni flegi fljótt fram, en aðalatriði sé góður grunnur. En við erum svo heppin Íslendingar að við eigum gott vatn í grunninum. Þannig að ef við náðum því hreinu upp þá vorum við í góðum málum. Nokkur þúsund lögðu leið sína á Vísindavöku í Laugardalshöll í dag. Vísindavöku stjóri hvetur fólk til að halda áfram að vera forvitið. Ungir gestir fengu sumir hugmyndir að framtíðarstarfi. Vísindavaka stærsti vísindamiðlunar viðburður á Íslandi þar sem að almenningi á öllum aldri búið að koma og kynnast vísindunum á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt og í beinu samtali við íslenska og erlenda vísindamenn. En hér til dæmis Bánsaspítalinn, við erum með fiska og krabba, við erum með tölvur og hugbúnað og gervigreind, við erum með sjúkrabíla og kappakstursbíla. Það bara úrvalið svo mikið að það er gríðarlega gaman að sjá fjölbreytnina í miðlunum. Fólk verður bara að koma og kíkja. Algjörlega og bara halda áfram að vera forvitið. Ég í kappaksturbíl. Hvað heldur hann fara hratt? 1.000.000 kílómetra. Langar þig að vera kappakstursbílstjóri þegar þú ert stór? Nei, mér langar sérstaklega að vera smíð. Okay. Ertu búin að sjá eitthvað svona hérna í dag sem þið langar að gera þegar þú verður stór? En í 1 ár þá ætlum ég að hjálpa í slökkviliðinu og hjá sjúkr. Hvað ert þú að horfa í smásjánni? Blóð. Hvernig lítur blóð út í smásjá? Það er fjólublátt og rautt. Ertu búin að sjá eitthvað í dag sem þið langar að vinna við í framtíðinni? Við vorum að sjá hvað við verðum í framtíðinni. Og hvað verður þú í framtíðinni? Geimfari eða stafrænn fatahönnuður. Hvað verður þú? Geimfari eða, ég man það ekki. Og langar þið að vera geimfari? Nei, ekki sérstaklega. Eru þið búin að sjá eitthvað inn í dag, eitthvað svona starf sem þið myndu vilja vinna við í framtíðinni? Mér langar að verða vísindamaður. Það þykir afrek að komast á tind Everest, hæsta fjalls í heimi, og hátt í 1000 garpar hafa gert það í ár. Einn þeirra fór þó nýstárlega leið aftur niður.
Pólskur ævintýraskíðamaður skráði nafn sitt á spjöld sögunar á dögunum þegar hann kleif Everest og renndi sér niður á skíðum. Hann sá fyrsti í sögunni til að gera það án auka súrefnis. Hann bar skíðin á bakinu á leiðinu upp og svo tók það 2 daga að komast aftur niður í grunnbúðir. Ta wspinaczka tutaj była trudna, bo największą trudnością była wysokość i warunki panujące jesienią. Tych wejść jest bardzo mało. Og þá aftur hingað heim og í Borgarleikhúsið því söngleikurinn vinsæli Rauðu mylluna frumsýndur þar í kvöld. Og þar Ingibjörg Sara, fréttamaður. Eru leikararnir búnir að hita upp? Já, ég held að þeir séu að hita upp bara síðustu vöðvana bara núna í þessum tölu orðum. En Brynhildur, hvernig að setja upp svona vinsælan söngleik? Já, nú ættum við bara að bjóða alla hjartanlega velkomna í Borgarleikhúsi. Þetta búið að vera hrein gleði frá upphafi til enda, margir sem hafa tekið þátt. Og hér eru með mér Kirsty MacDonald. This is our wonderful choreographer. Kirsty, how's it been? It's been a joy. Þetta algjör gleði, segir hún, en hvað margir sem taka þátt í svona stóri sýningu? Já, nú var ég að bögglast við að gera Facebook-póstin á þenn og reyna að taka alla og ég er komin upp í 60 manns held ég. Við erum mörg sem tökum þátt, en með svona hópi af fólki og innan svona húsi eins og Borgarleikhúsið þar sem að fagmennska á öllum póstum, þá þetta mögulegt og við hlökkum til. Eldur í æðum. Og hérna hún demantur kvöldsins, Hildur Vala. Hvernig að stíga upp í svona hlutverk eins og Nicole Kidman, stórleikona, hefur verið í? Það stórkostlegt og glitrandi demanturinn í Borgarleikhúsinu býður ykkur all hjartanlega velkomin. En hér, rétt á eftir, verið að syngja lag mig. Og úr stuðinu í Borgarleikhúsinu ætlum við að fara að líta til veðurs. Það verður hæg breytileg átt og yfirleitt bjartviðri framan á morgundegi en stöku skúrir sunnan og vestanlands. Vaxandi suðaustanátt á suðvesturhluta landsins seinnipartinn, 10 til 18 metrar og skýjað þar seint annað kvöld. Hiti verður 7 til 13 stig að deginum. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Keflavík og HK áttust við í úrslitaleik umspils fyrstu deildar karla í fótbolta í dag. Á Laugardalsvelli var sæti í bestu deildinni í húfi. Ræterbikarinn í golf nú í fullu fjöri. Úrvalslið Evrópu leiddi eftir fyrsta dag og hélt áfram að spila glimrandi gott golf í morgun. Við kíkjum á bestu deild karla í fótbolta, ólistdeild kvenna í handbolta, nákvæmni skotfimi og fleira í íþróttum hér handan við hornið. Þá helstu atriði frétta. Utanríkisráðherra dró upp dökka mynd af stöðu alþjóðamála þegar hún ávarpaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í dag. Öryggisráðið hafi reynst máttlaust þegar ríki sniðgangi alþjóðalög. Þýsk stjórnvöld vilja auka eftirlit og þróa tækni til að verjast drónaárásum. Áfram berast tilkynningar dróna á flugi í danskri lofthelgi. Forsætisráðherra boðar róttækar aðgerðir í húsnæðis- og efnahagsmálum, hjálpa á fyrstu kaupendum og með skattabreytingum draga úr því að íbúðir séu notaðar sem fjárfestingakostir frekar en heimili. Pólskur fjallgöngumaður var á dögunum sá fyrsti til að fara á skíðum niður Everest. Það tók hann 2 daga að komast niður í grunnbúðir. Og þessi fréttatíma á enda. Við kveðjum að þessu sinni með myndum Guðmundar Bergkvist úr Þórkötlustaða rétt við Grindavík, það sem var dregið í dilka á dögunum. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Verið í sæl.